Það held ég, þá rúlum við okkur að stað með þáttinn hádegið hér á útvarpi Hringbraut og við ætlum ekkert að tvínóna við hlutina. Þeir eru mætti tíminn, fyrstu gestir dagsins, Óskar Bjarni Óskarsson og Guðmundur Hólmar Helgason, velkomnir. Takk fyrir. Takk fyrir það. Hvernig hafið þið það í dag? Ljómandi góður held ég bara. En ekki? Já. Það har bara aldrei verið betri. Aldrei verið betri? Hvernig eru menn af lensunni? Já. Eða agabanninu eins og það var kallað? Já. Já, ég mjög gaman að því. Vistu þetta út mér hérna, þetta var svona gaman aðeins að létta á stemningunni. Það nöðsynlegt. Menn allir að brakast. Er ekki? Jú. Það styttist auðvitað í þessa frábæru helgi sem að Final Four eins og hann kölluð og það stór leikur framöndan, Valur Haukar. Já, það verður ekki mikið stærri held ég. Nei, það er nú einhverjir sem voru nú að svona kvarti við því að þeir nú vilja fá að sjá þennan leik á laugardeginum en það er ekki bara betra að fá hann á föstudeginum, menn hafa meiri tíma til að undirbúa sig og... Jú, ég allavega leggi við þannig upp að það sé gaman að hafa vikuna að undirbúa fyrir Haukarleikin, þannig að og það náttúrulega komast í gegnum Haukar til að vera byggamestari, ég held að setja alveg þannig þannig að við erum eiginlega bara mjög ánægðir með þetta. Já, tvö bestu liðin svona, ef við tökum tímabilið í heildina, við tökum Ólafsdeildina með og þá er kannski, menn vilja meina það, Valur og Haukar, þetta eru búin að vera tvö bestu liðin í viðtur. Já, allavega svona töflunni, við svona höfum líka átt í smá basli með Haukarna undanfarið og hérna það verður mjög gaman að mæta þeim á föstudaginn. Já, hvar liggja helstu styrkleikar Haukarliðsins? Þeir eru nú margir, þeir eru náttúrulega kannski að spila mjög vel og eins og taflan sýnir og eru með sterka vörg og markmann og svo eru með leikmenn sem að kunna þetta sóknarlega og eru svona að spila vel saman þar, þannig að það eru sjálfsögur ekkert margir veikir lekkir á Haukarliðinu og nokkuð ljóst að við þurfum og ætlum að eiga toppleik til að klára þá, það er bara þannig, það þarf alltaf að ganga upp og þannig leggjum við þetta upp og þannig þarf það að vera. Sammála þessu, Guðmundur? Algjörlega og bara líka mjög rosalega flotta liðselt Haukarnir, bara þeir eru bara einn þétt heild og það er ekkert einn leikmaður eða einhvern nokkur sem maður getur sigta út, maður þarf bara mæta þeim öllum og við þurfum bara að vera það sama, bara ótrúlega þéttir, einn heild. Það var núna fyrir helgina og helgina var spilað í Ólafsdeildinni, þið spilaði á móti IR síðast upp í Austurbergi, þar sem að Guðmundur Hólmar var ekki með í Jagabanninu verður Guðmundur með helgin, Óskar? Já, við þurfum að aðtöga það, mér sýnast núna aftur verið eitthvað aðeins eitthvað skítur í jónum sko. Þannig að nei, það verður frábært að fá Guðmund inn, hann náttúrulega er fyrirlið og leiðtogi og sýnir kannski svona breytinni í okkur líka geta spilað, við lendum í þessu aðeins líka í fyrra og það er frábært að taka bara aðri leikmenn við en við ætlum okkur að nota Guðmund og nota hann mikið og vel á föstudaginn. Já, þú verður klár, Guðmi? Jú, ég hef fátt sem alveg stoppa sig til að spila þessa leiki sko. En að ég bara tók út meint dagabann á 5. daginn og þá ætti maður að vera alveg klár núna þessa helgi. Það er frábært, það er þessi leikur sem var á 5. daginn á móti IR, það var svona svolítið áhugaverður leikur að því leitinu til að menn segja nú alltaf fyrir hverju umferð hjá IR að það er alltaf allt undir, nú verða þær að fara að vinna og nú verða þær að fara að vinna. Já, þetta var nú allt undir og þeir voru bara í fallbaráttu strax í fyrstu umferð eftir að byrja að gangi illa. Akkurat. Þannig ég held líka, mér finnst nú reynda þjálfararnir vera klókir í að þeir tala alltaf að þetta sé nú ekkit endilega einhver úrslitar leikur en þetta verða stíðin að fara að koma inn. Þessi lið þarna þurfa að ná einhverjum 3 sigurleikjum í röð, þá bara kemur sjálfstöðulið og breytist allt og stemningin verður önnur og þú veist, þeir eru að spila, þeir mann tapa mörg leikjum eins og Stjarnan í fyrra með 1 til 3 spila ágætlega, þannig að þetta er erfitt að vera þarna og þannig að leikurinn var alltaf sérstakar 5. daginn, hann stemdi svona bara í að við ætlum að fara allt yfir þá við erum 11-6 yfir og það var svona nokkuð örugt en þeir eru segir og komist inn í þetta og jöfnu og ég hugsa að þeir eru komist 1-2 yfir þá kannski hefur komið svona öðruvísi pressa á okkur og við getum nætt í vandræðum við náðum svona alltaf að taka 3 á þá og segla þessu svona rólega heim. Það var Haukarnir spiluð helgina líka og mættu þær IBVF þar sem að í nánast jafnri stöðu fær leikstjórnandi Hauka Janus Daði rautt spjald og þá byrjaði svona umræðunum nú kemur bakslag, þeir settu bara í gang og í gírinn og kláruðu mjög samfærandi, sýnir mikið styrk og breytt hjá Haukunum. Já, algjörlega, mér finnst svona líka bara dæmum þessa liðseld sko, þeir þjöppuðu sér bara saman, þeir missa svona Janus sem bara markasta leikmaður í vetur held ég og hefur svona verið svolítið að leiða sóknarleikinn og þeir bara þjöppuðu sér saman, voru bara
bara ennþá þetta í vörninni, kerur haflöpir, Elli tók bara, hélt bara áfram sínu og bara klára þetta, svona nokkuð öruglega sko. Það er með þetta Haukali, þeir eru náttúrulega búin að spila sig vel saman undanfæra ár, það hafa verið svona tiltölulega litlar breytingar, ef við getum sagt kannski frá því fyrra á leikmannahópnum. Janus Daði þetta kemur upp núna og er búin að spila frábæla, svo kemur leikmaður eins og Elías Már Halldórsson sem ég finnst vera búin að vera hvað einna besti leikmaður Hauka svona jafnt yfir í vetur, ef við tökum vörn og sókn, hann er frábær leikmaður, skora 11 mörkum á IBF, það þarf að standa klárar á móti honum á föstudaginn. Já, Elli er líka bara svona keppnismæður, sáum að útslagkeppni líka fyrir, hann eiginlega bara skila sínu, hann er reyndur og hann er svona, mér finnst að þroskast mikið bara sem persónu og leikmaður. Þannig að spila náttúrulega bæði hotnu nú fyrir utan og eins og ég segi svona hann náttúrulega meiddur aðeins fyrir jól og það verðist þeir eru með 4 leikmenn fína þarna fyrir utan. Þeir hafa alveg verið að missa 1 úr þessum hóp og það í sjálfsögur hefur ekki skipt á. Þeir verða nú líklega að hafa þessa 4 heila í úrslitakeppninu bara þegar leikur hann í leik, en svona vera með 3 eins og þegar Janus fór út á Bamrúk, Tjörfi, Elli, þetta eru bara fíni gaurar. Ég held að kannski fyrir Eyjamenn var þetta kannski meira áfall að missa Steffen út sko. Hann var svona nokkuð heitur, þannig að og svo bara verist alltaf að það kemur raut, það verist alltaf það lið, það eins og Guðmundur tala þeir bara þjapa sig saman og bara halda áfram sko. Já. Guðmundur, í fyrra árið síðan þá voru þið í rauninni sömu stöðu, komnir í þessa Final Four helgi og spiluðu mjög eftirminnilega leika móti FH. Það er að segja eftirminnilegan kannski fyrir svona handbolta áhangendur svona almennt, hann er kannski ekkit ykkur svona í fesku minni. Já, hann er mjög eftirmjölur hjá okkur líka, kannski fyrir bara rangasakir, en náttúrulega bara hörkuleikur og bara flottu fyrir handboltan, það sem er sko, ég held að í spurningu það, en já, bæði liðin, við og Haukar, duttum út í undanúrslitin fyrra, þannig að menn verða mjög hungraðir þegar þeir mæta þessu föstudaginn. Það er í þessum undirbúning núna fyrir leikinn, þá þetta er sérstakt að skoða úrslitin hingað til í bikarnum hjá ykkur, hjá Val, búin að fara 2 sinnum til Eyja og spila á IBF 2 hann var fyrst, það var fyrir leikurinn. Já, hann var byrjun desember. Já, og svo IBF 1 og svo er það bara höllin, það er engin heimaleikur. Nei, það er fínt að fara til Eyja greinlega á þessu undirbúningur og mjög sterkur og góður sigur að vinna IBF í 8 úrslitum, svona andlega sterkt að fara þangað, frábær heimavöllur hjá þeim og svona alltaf ágætis stemning og svona þú veist, og þeir byrja vel farið 6-2 annað, þannig að mér varst mjög gott að klára þann leik, það var mikill svona styrkur fyrir okkur. Það er, við sáum aðeins að vitna aftur í Haukaleikinn helgina, við sáum svona fyrir þá sem að þekkja til handbolta, svona að leifist aðeins að tala þannig að við sáum Haukaverðina, hún breyttist töluvert í leiknum, þeir spiluðu 6-0 allan tíman, en þeir breyttu áherslum milli fyrri og seinni áleiks. Agnar Smári var funheit fyrir fyrri áleik, svo breytaði til, mæta honum aðeins aggressíft í seinni áleik, voru passífur á hina því að mantaði ónættilega svolítið skotogn. Það er svolítið kannski lykillinn fyrir ykkur að geta fundið þetta flæði hjá ykkur sóknarlega, geta kannski pínulítið komið óvart eða hvað? Já, ég held að það sé nú ekkert endilega mikið að koma óvart sko, þetta kom ykkur 1-2 atriði inn, en það er að mynda að finna hvar við náum að finna glöfunar og hana og það er klálega þeir eru 2 stórir turnar í miðunni og svo eru þeir með minni tvist og hana, við þurfum svona ná að spila það aðeins í sundur og ná að skjóta aðeins yfir tvistana líka og komast aðeins 1 og 1 á þessa stóru menn og farið 1 og 1 á þá og kannski eins og ég segi, ég held líka að þetta í þessum leik þá er þetta vörn og markværsla og keira upp og við þurfum að keira vel í bakið á þeim og þeir keira vel og við gerum það líka, þannig að þetta verður bara áhugavert að sjá svona hverju finna glöfunar og svo þurfum alltaf ef eitthvað fer að ganga vel, það þurfum að keira á það þannig að fyrir Eyjamenn í þessu leikinu alltaf vantaði Einar Sverris og Andri Heimir veikur, þannig að þeir gáttu kannski þjappa allverulega þarna yfir á Agnar Smára sem var sjóðandi heitur. En Guðmundur, þú ert fyrirliði Vals og nú er þessi síðustu dagar núna upp að móti helginni, er eitthvað öðruvísi, eitthvað undirbúning, gerir liðið eitthvað annað, breytið eitthvað út af svona venjulegri hefð fyrir leik? Já, þetta við reynum bara að nýta alla þessa viku, bara að gera þessu skemmtilega þetta við erum að fara eftir bara í Laugaspa, allir saman liðið og fyrir svo borðum saman og svo morgun tökum við bara svona nokkuð normal dag, bara fundur og fyrir mér haugana, tökum æfingu og 5. daginn þá borðum við aftur saman bara valstjórnin, þeir bara sjá mér virkilega vel okkur og svo erum við bara svona, bara svolítið að koma okkur í hana gýr sko, bara undirbúa okkur og reynum kannski svona hvetja menn til að leggja svona sitt annað á hilluna í einan smá tíma því að það er margfald þess virði að komast þarna í öllina og gera þetta almennilega, vera með hausinn algjörlega skrúðan þarna. Já,
Ég hjó eftir í Óskar í viðtali við þig eftir leikina múti í mér finnst það mjög góða punktur að þú sagðir að í undirbúningnum fyrir Haukaleikin þá er það jákvætt að því litinu til að þessi lið skuli mætast í undanúrslitum því að þá eru menn með hausinn þar fram að leik, ekki sólarhing áður en að þið myndið þá hugsanlega mæta Haukum í úrslitum. Já, ég held svona þetta Final Four þá þetta er svona dálítið flókið oft sko að ef við höfum verið að mæta með allir vinningu fyrir Gróttu og hérna Stjörnunni við getum alveg tapað fyrir þeim liðum í undanúrslitum, við sýndum allir við töpum fyrir FH þar sem við vorum kannski svona líklegri á pappírnum, búin að vinna í deildinni tvisvar áður í þeirri viku þá eiginlega langaði með að fá IBVF af því að það var svona, þeirra vörn var svona búin að vera okkur til vandræðu lítið og svona sko og nýta vikunni þá, núna fáum við Haukana og þá erum við alla vikuna að hugsa Haukana og ekkert annað og það held ég að hendi bara leikmönnum og mér og öllum bara betur sko þetta, ég svona var nú vannar alltaf bara hínu kerfin að fara bara í einn úrslitaleik þannig að þetta er ákveðin kunst og maður þarf að sjálfsögðu að vera múin að undirbúa öllítið liðin sem ef mann er að klára þennan undanúrslitaleik sem við ætlum að gera að þá maður að vera búin að vinna eitthvað smá forvinnu á hinu liðunum og hérna en gott að bara frá og með mánudegi þá er bara allur hver einasta æfing fer bara í hauka undirbúning. Já. Það er auðvitað svona svo við tökum helgina þessi stærra sammingi, það er auðvitað annar leikur spilar á föstudaginn, hinn undanúrslitaleikurinn Stjarnan Grótta, Guðmundur hvernig sér þið þann leik fyrir þér? Bara mjög spennandi leikur held ég svona náttúrulega lítið séti Stjörnunar en það ekki Gróttu nokkuð vel töpum nú bara fyrir þeim núna fyrir stuttu þeir eru með hörkulið, marga unga stráka og spila svona, geta spilað þrjár mismöndi varnir og hörkur aðafslið, fína markmann þannig að ég svona spáið þeim sigri en ég þekki líka nokkar í Stjörnunni sem eru heldur klókir og þeir eru konum Einar Jónsson þjálfara og hann er að gera góða hluti þannig ég bara, eins og ég segi sko, burt séð það svona nullast út staða liða í deildinni jafnvel í bara hvaða deildir eru þegar þú kom inn í þessa bikarhelgi bara það geta allir unnið alla og ef að menn mæta eitthvað aðeins á hælunum og er ekki 100% klárir þá lenda minni vandræðum sko. Já, það er ekki þess að Stjarnan sé heldur búin að mæta einhverjum bíliðum hingað og hangað, þeir eru búin að slá át Akureyri og fram í leiðsinni í höllina. Já, Einar Jónsson búin að ná frábærum árangum, ég heldur að sé búin að tapa bara einu leik og það var á Selfossi og hérna búin að, eins og þú sagðir, vinna Akureyri og fram 18-14 yfirmátti fram sem er liðið 3. sæti í úrvalsdeild hann náttúrulega reyndur og var Íslandsmeistar með fram og búin að vera í Noregi og Kanada og og svo svona bikar, þetta er oft bara hvort liðið, þú veist, hvernig verður Lalli í Gróttumarkinu eða hvernig verða stjörnumennir í þessari stöðu og þannig að þetta getur allt gerst í þessu sko, mér finnst Gunnar Andersson líka hafa náð, eins og Guðmundur var að hrósa Gróttulegum, mér finnst Gunnar hafa gert frábæra hluti með Gróttu, þetta eru stráka mikið að heimamönnum og sem að hafa svona unni mikið í yngreflokku líka og spilaði eitthvað með yngri landsliðum og annað, þannig að mér finnst góðu bragur á þeim, ég er svona fyrirfram held að Grótta takið á, ég held að sjálfsögðu þar byggist alltaf því að Lalli sé að verja en ef hann er að gera það þá held ég að þeir sigli þessu heim í hörkuleik. Já. Hver er lykillinn að sigri Guðmundur á móti Haukum á föstudaginn? Ég held bara fyrst og fremst að sé að svolítið við fókusinum á okkur við þurfum alltaf að finna bara lausnir á þeirra varnarleik, þeir eru búin að vera rosalega þéttir og hafa fengið fæstmörk á sig í deildinni og líka komast fram með Gogga í markinu og við erum bara að gera það í 60 mínútur, við höfum oft bara verið flottir í 30-45 mínútur og síðan kannski hefur komið inn á milli 10 mínútur korter kablar þar sem við höfum glutað svolítið niður sko, í undanförnum leikjum. Þannig ég held að það sé algjörlega lykillinn að við séum bara gerum okkar á fullu í 60 mínútur og þá bara siglum við seim. Sammála Óskar? Já, þetta er svona að vera svona sveifluleiki sko, við höfum stundum aðeins mist okkur á smá kabla, Haukarnir eru svona, þú veist, líka dálítið sveifluleik sko, taka átt svona rönn og sama hvernig leikurinn verður, þetta eru 60 mínútur, ef við höldum í þá og erum bara með og þetta verður bara leikur og flottir og þá er ég samfærum að við klára þá. Já, það er, getum við ekki sagt það, svona 2 af jafnbestu markmönnum deildarinnar, allan svona heilt yfir í vetur að mætast á föstudaginn og bara til að tala hreina íslensku þá skipti þeirra þáttur ansi miklu máli. Já, það gefur auga leið, markværslan hjálpa vörninni og gefur ákveðna ró og getur svona slegið aðeins út andstæðingan og annars slíkt sko og báðir þessi markmenn þeir kunna að vera svona í sviðsleysunni og ég held að Morgúna sér ekki búin að eiga marga slaka leiki með Haukunum í vetur, fór nú út af í síðasta leik og Bubbi kann þetta, hann var nú bikarmeistari með Val 2011 og mér stann svona, hann er reyndur, hann er fertugur kallinn, þannig að hann kann þetta vel, þannig að ég held að bæði lið séu heppin með góða markmenn.
eitthvað, Óskar, í þínum undirbúning sem þjálfaralýsi sem eitthvað frábröðið svona undirbúning fyrir hefðbundi leik í deildinni, það segjum svo? Sko fyrir þjálfara þessi bikarvika rosa skemmtileg og þú ert að undirbúa og ert að gera ýmislegt og í sjálfu sér þá fundurinn bara er 40 mínútur eins og aðri fundur en þú kannski ert að breyta upp á einhverju öðru og þarft að vera hugsa marga hluti og sem bara forréttindi og alltaf alveg ríkalega gaman að munna að þetta er bara algjör veisla fyrir leikmenn og þjálfara og nýta vikun líka þannig, margir segja þetta sé bara þetta er náttúrulega bara venjulegur leikur þetta er bara venjulegur handboltaleikur þegar á föstudaginn sko, þetta er bara 60 mínútur og kannski framlengt og eitthvað annar leið vinnur hinn tapar og þetta er mikið í húi og annað slíkt en maður verður bara að líta á þetta sem venjulegan leik og ná að kalla allt fram en ég vil meina það, maður eigi eins og strákarnir að fara í Laugaspa og er að fara út að borða saman og maður er að njóta þess að vera komin í þetta þú veist aldrei hvernig þetta gerist næst og þetta er frábært fyrir félagi, fyrir strákana, fyrir þjálfara og bara fyrir handboltan er þetta algjör draumur. Já, það er bara svona rétt í lokin, það er, já ég segi nú bara svona sem svona maður að baka mikrofóninu sko, það hefur verið töluverð umræði í veturinn það að valsmenn, svona stuðnismenn, þeir eru alltaf að krefjast miklu meira heldur en liðið er að gera á hverju sinni sem er, já fyrir mér algjörlega galið, það sem liðið er í topparötta mútið liðinu sem er langbesta liðið sem er Haukar. Þetta er svona umræði sem mér finnst oft á köflum algjörlega fáraleg. Er þið sammála því fyrir því taugarnar á ykkur leikmennum gummi? Já, kannski veit ekki með þetta en kannski aðalega kannski fyrir taugarnar að bara mæta svolítið fáir meina, en svo kannski vera að brakast aðeins úr þessu það mætti síðasta heimileik þá var bara hellingarstrákum mætti bara með trommur og með háað á læti og það var bara til fyrirmyndar og við þurfum bara að ná að rífa aðeins stemmingur upp í Valsheimilinu á Hlíðarenda og fá meira fólk til að mæta hvort það er við að þurfum bara að spila skemmtilegri bolta eða eitthvað sko við allan höfum verið að fá þokkalega hagstæð úrslit meina við erum bara við í toppinn og við erum í baráttunni þannig að boltir er kannski svolítið meira hjá þeim við erum að okkar, mínum að gera okkar og það er auðvitað mikilvægt fyrir ykkur sem félag að fá sem flesta í höllina og bæði fösta og lögdag. Já, ég hef nú lengar á að gera svona leikjum þarna, nú mæta Valsmenn, það er mjög förur þegar þeir mæta ekki á föstudaginn og þeir eru duglegir að mæta svona á þessa stóru leiki sko, það er sem bara eins og Guðmundur að tala við þurfum að fjölga kannski kjarnanum sem kemur okkar heimaleiki, þess að venjulegu deildarleiki sko og ég vona því að Baldur Bongo og það verður alls konar flottistrákar sem koma með trommur og söngu þarna á föstudaginn það verður flott, ég er alveg samfærður með það. Já. Og við þetta sjálfsögðu hvetjum alla til þess að gera þessi ferð í Laugardalsvöllinn, ekki bara fyrir þennan leik, heldur bara fyrir handboltan og Veislan byrjar nú á 5. daginn. Já, og mér bara taka fram að mér veist þessi helgi alveg stórkostleg og eiginlega skemmtilegast að við þetta er eiginlega sunnudagurinn það sem að krakkarnir fá að spila allir yngirlokarnir á dúknum og með þjóðsöng og allt þetta. Já, framtíða landsliðsmennirnir okkar. Já, mér veist það bara algjörlega frábært. Já, ekki spurning. Ég held að láta það vera loka orðin Guðmundur Hólmar og Óskar Bjarni. Kæra þakki fyrir komuna og gangi ykkur bara sem allra best. Takk fyrir það. Takk hérlega.